Þetta tilvistarkreppa. Grunngildi Evrópu velmegun, jöfnuður, frelsi, friður og lýðræði í sjálfbæru umhverfi. ESB til þess að tryggja að Evrópubúar geti ávallt notið þessara grundvallar réttinda. Ef Evrópa getur ekki lengur tryggt fólki sínu þessi gildi eða þarf að fórna einu fyrir annað, þá hefur hún mist tilveru rétt sinn. Og eins og segi, þetta svo sérstætt því að hann í rauninni að tala bara tilvistarkreppu og að tilvistin sé eitthvað sem að ekki fyrir hendi ef að ekki verður hægt að rétta úr kútnum. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur í boði Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is, Kaldi, Heitipotta.is, Harðfisksverkun Hrafnadals, Þorgrímsson og Pólsen. Nú, ég vona að þið hafið það gott, kæru hlustendur. Og þessi þáttur gæti verið styrktur af ríkisstjórninni, en ég auðvitað að djóka. En eins og flestir vita að þá ákvað ríkisstjórnin fyrir ekki svo löngu að styrkja umræður Evrópusambandið. Ég náttúrulega ekki að fara að sækja með slíkan styrk, heldur ég að halda þessu úti. Já, ég veit nú eiginlega ekki af hverju, núna þegar ég spá í það. Ég var ekki búinn að ákveða hvað ég ætlaði að segja nákvæmlega þessu samhengi. En það verður mjög áhugavert að fylgjast með núna umræðum í aðdraganda þessara kosninga þegar við núna ákveðum hvort að við að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. En til þess að leggja mín lóð á vogarskálarnar hef ég ákveðið að gera svona úttekt á Draghi-skýrslunni svokölluðu. En þetta skýrsla sem kom út fyrir tæpum 2 árum og eins og einhverjir hlustendar minna vita algjör grunn undirstaða þess sem að ég tel að bera að hafa í huga nú þegar við erum að fara í þessa atkvæðagreiðslu 29. ágúst. Þar sem við kjósum eins og ég segi, hvort að við halda áfram aðildarviðræðum það að ganga inn í Evrópusambandið. Þessi þættir verða 8 í heildina og mun koma út fyrir áskrifendur á næstu dögum, en þeir sem eru ekki áskrifendur á partus.is/einpæling þurfa að bíða lengur eftir því að horfa á þessa þætti. En fyrir þá sem ekki þekkja, þá Mario Draghi skýrslan 328 blaðsíðna skýrsla, hún reynda 400 blaðsíður í heildina, en það svona B-hlutin sem ég að svona stærstum hluta mun einbeita mér að. Það eru 73 blaðsíður að með minnir og 328 blaðsíður sem seinni hlutin, fyrir hlutin eins og 73 blaðsíður, en þar fjallar Mario Draghi sem ítalskur hagfræðingur það hvað betur megi fara innan Evrópusambandsins. Hann hagfræðingur og var seðlabankastjóri Ítalíu árunum 2005-2011 og síðar seðlabankastjóri Evrópu eða ECB. Og hann spilaði stóra rullu í því sem að, allavega hann talinn hafa svona bjargað evrunni í skuldakreppu sem var á árunum eftir hrun. Og hann hefur jafnvel verið orðaður við það að vera svo mikilvægur, hann kallaður Super Mario. Hann var skipaður forsætisráðherra Ítalíu á árunum 2021-2022 í stjórn þar sem að sérstök áhersla var lögð á stuðning á óvissutímum í faraldrinum. Hann vann hjá Alþjóðabankanum í Washington og vann hjá Goldman Sachs. Þannig að þeir bara, þetta algjör svona þungavíkt og eins og segi, hann svona sérstaklega áberandi þegar kemur að krísustjórnin stórra ríkja og stóð sig að margra mati mjög vel í þessum eftirhruns árum eins og ég var að nefna. Og út af því að hann svona mikill innanbúðar maður og þá þótti mjög áhugavert þegar hann var fenginn til þess að gera skýrslu stöðu embættisins það hvernig betur megi haga málum og það sem hefur kannski komið sérstaklega á óvart í umræðum ESB í aðdraganda þessara kosninga að þessi skýrsla sé svona, ekki meira á dagskrá. Hún hefur eitthvað, það hefur verið svona, það alltaf talað hana í svona framhjáhlaupum, það talað hana í svona, þú veist, Draghi-skýrslan góð, þeir sem að segja já í ágúst að segja að það sé svo gott að þessi skýrsla hafi komið fram og það núna vita hvað þeir þurfa að gera. Þeir sem að segja nei, aftur á móti benda á það að það sé eitthvað sem að mjög ólíklegt að þeir náði að ráða fram úr svo auðveldlega.
en það mjög sjaldan rætt svona efnisatriðin og innihald þess og það ástæðan fyrir því að mig langaði að gera þessa þætti og það sem hefur kannski komið mér sérstaklega óvart ég til dæmis spyr stjórnmálamenn hér á landi hvort þeir hafi lesið þessa skýrslu að þá í mörgum tilvikum það sagt svona nei, ég hef svona skoðað aðeins innihaldið hennar en ekkert lagt mig í það að lesa hana og sama hvort þú sért sko á móti aðild eða með aðild að þá svolítið magnað að þetta áhrifamesta skjal sem hefur komið frá Evrópusambandinu Evrópusambandið svona í seinni tíð liggi ólesið hjá þeim sem að ætla að færa rök með á móti aðild að Evrópusambandinu. En þið þurfið ekki að örvænta, þið sem ekki búin að lesa hana. Því að núna, eins og segi, í 8 þáttum ætla ég að gera þessu svona efnislega skil og ég mun náttúrulega leggja sérstaklega áherslu á það sem kannski beint í samhengi við Ísland, en ég mun líka leggja sérstaklega áherslu á svona þau atriði sem að Mario Draghi leggur mikla áherslu á. Hann talar ótal margt, talar hrávörur, þungamálma, samkeppnisstöðu og fleira og ég mun svona eftir fremsta megni reyna að gera því skil sem að ég tel að sé best að hafa í huga þegar við göngum til þessara atkvæðagreiðslu núna í ágúst. Ég hef aldrei verið eitthvað svona harður stuðningsmaður að Evrópusambandinu. Ég hef samt verið svona í langan tíma hlynntur því að ganga inn þangað til bara nýlega ef ég var hreinskilinn. Það var þá sérstaklega út af þessum gjaldmiðlamálum sem ég taldi og var sannfærður að við ættum að ganga þar inn, en aftur á móti og sérstaklega út af þessari skýrslu að þá tel ég það ekki vera fýsilegt einfaldlega út af því að það regluverk sem að hann fjallar í skýrslunni alveg sérstaklega eitthvað sem að þeir segja sjálfur að sé ekki að fara að móta góða framtíð á næstunni og já, það að segja að þeir þá viti af því, en það hvernig þeir alltaf takast á við það svolítið svona brotakent og það sem líka sérstaklega við þessa skýrslu og svo ég láta það koma fram líka að Mario Draghi talar það hvernig hægt að bæta úr stöðunni, en það svona ákveðin óskhyggja yfir því sem hann segir, en líka að það sem að hann feiminn við að gagnrýna, eins og ég kem inn á sérstaklega í næsta þætti sem að verður orkumál, þar sem að hann að fjalla það hvernig taka á þeim málum, en hann nefnir, eins og ég mun koma og gera góð skil í næsta þætti, að þessi orkumál séu eitthvað sem að geti verið samofin ETS-kerfinu og því hvernig rafvæða megin þorra orku Evrópusambandsins og það svona svolítið skrítið út af því að svo ég gef ykkur smá svona innsýn inn í það að þá hann að nefna að kerfið sjálft geti í rauninni viðhaldið sér, þar að segja núverandi ETS-kerfi og núverandi svona rafvæðingaþróun án þess að þurfi að breyta kerfinu, heldur þurfi einhvern veginn að auka fjárfestingar og auka annað, án þess þó að hann nákvæmlega útlisti það hvernig það að vera samverkandi. En ég ræði það betur síðar. Í þessum þætti ætla ég að einbeita mér bara að svolítið svona heildarmyndinni. Það verður svona inngangur og ég mun fara svona hundavaði yfir ýmis atriði sem ég mun svo fjalla betur í næstu þáttum. En svo ég nefni líka það sem að mér þykir vera markvert og mikilvægt að ég tel að það væri farsælt skref að taka upp annan gjaldmiðil í stað krónunar, jafnvel að tengja íslensku krónuna við einhvern annan, og ég tel að það væri hagstætt einfaldlega út af því að ég held að svona, kostnaður við það að vera ekki tengdur neinum öðrum gjaldmiðli sé eitthvað sem að stendur okkur að einhverja leyti fyrir þrifum, og ég veit að það eru margir sem til dæmis í fjárfestingum að öðru sem að telja slíkt hið sama, sumir telja ekki það vera upp á teningnum, bara svona mismunandi skoðanir á því, en ég held hins vegar að það að gangi Evrópusambandið sé ekki nauðsynleg forsenda fyrir því. En eins og segi, þessi Draghi-skýrsla annað, A-hlutinn, hann er 71 blaðsíðna og heitir plagg A og hitt plagg B og 328 blaðsíðna skýrsla. B-hlutinn svona ítarlegri, það náttúrulega einhvern veginn samverkandi,
A-hlutin svona meira yfirlit á meðan B-hlutin svona, þá farið djúpt ofan í hlutina. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Og þetta það bil 400 blaðsíður sem svona eins og löng skáldsaga, þannig að ég tel að það ætti nú ekkert að vera flókið fyrir svona flesta að renna þessi gegnum hana eða láta gervigreindina taka saman mikilvægastu þættina og rýna í hana þannig, en það líka mjög áhugavert. En þessi fyrri hluti, A-hlutin, hann kallaður strategísk samkeppnisstaða Evrópu og hluti B heitir náin skoðun og ráðleggingar og það ótrúlega margt sem kemur fram í þessari skýrslu og margir sem koma að henni. Daron Acemoglu sem skrifaði Why Nations Fail ásamt James Robinson sem eins og mínir hlustundur vita eins og markverðari bókum sem hægt að leggja til grundvallar það hvernig ríkjum vegnar vel og hvernig þeim vegnar ekki vel, hvaða ákvarðanir þau þurfa að taka til þess að forðast afföll, eða áföll, ekki afföll, og líka hvernig ríki slysast í það að færast nær svona alræðis stjórnun. Og þarna einnig fjölmörg nöfn innan úr alþjóðafræðunum sem hafa mjög mikla vikt, en það koma fjölmörg fyrirtæki að þessu, alþjóðabankar og eiginlega allir sem hafa eitthvað í það að móta stefnu í sem heitir tækni eða orkumálum. Og út af því að ég tel þetta sé umræðefni sem vert að ígrunda á og íhuga, að þá ætla ég að byrja á því bara að lesa, þetta úr hluta A, og þannig þetta inngangsorðin. Þetta sá hluti það sem stiklað á stóru þróunina, en svona hljóða upphafsorðin og ástæðan fyrir því ég langar að þetta ekkert svakalega langt en mér langar samt að lesa hann út af því að hann varpar ótrúlega góðu ljósi á líka hvað mun koma fram í þessum þáttum sem ég ætla að fara yfir með ykkur núna á næstu dögum. En líka svona, hann tekur það sterkt til orða að mér þykir að vera mjög mikilvægt að þetta sé eitthvað sem að fólk hefur í huga. En hann allavega skrifar hérna í upphafi. Evrópa hefur þurft að hafa áhyggjur af hægari hagvexti allt frá upphafi þessarar aldar. Ýmsar áætlanir að auka hagvöxt hafa komið og farið en þróunin hefur haldist óbreytt. Á ýmsa mælikvarða hefur myndast munur á vergri landsframleiðslu milli ESB, Evrópuríkjana eða ESB-ríkjana, fyrst og fremst vegna samdráttar í framleiðinni vexti Evrópu. Athugið þetta að það alltaf talað að Bandaríkin og Evrópa að munurinn sé svo mikill, en þá svona fært rök fyrir því að það út af því að Bandaríkjamenn að það sé ójafnt samfélagi, þar að ójöfnuður mikill og þar að leiðandi sé þetta ekki svona markverð nálgun. Ég var að tala við Jónas Hagan bara rétt áðan, þar nefndi hann einmitt að ef þú tekur 1% af þessum 100% í Bandaríkjunum þá ertu komið með 65.000 krónur í meðaltekjur
og að það sé svona margt sem að þarf að huga í þeim efnum en aftur á móti að þá eins og Draghi nefnir þarna að þá þetta sko hagvöxtur út af mun á landsframleiðslu, þar að segja að þetta fyrst og fremst vegna samdráttar í framleiðinni vexti Evrópu. En Draghi heldur hérna áfram. Evrópsk heimili hafa greitt verðið í formi tækifæra sem fóru forgörðum fyrir betri lífskjör. Og hérna myndi ég líka segja sko tímabundin lífskjör út af því að það verið að náttúrulega moka inn féin og kerfi sem höndlar það ekki, sem hann ræðir enda líka í skýrslunni. Þegar skoður framleiðni aukning á mann hefur raunverulegur ráðstöfuna tekjuvöxtur í Bandaríkjunum verið tvöfalt meiri en í ESB síðan árið 2000. Og hérna langar mig sko að stöðva aðeins hérna og hugsa ykkur sko að það sé tvöföld framleiðni aukning á mann. Og þetta hefur áhrifin náttúrulega á ráðstöfuna tekjur og þetta frá árinu 2000, þannig að þetta alveg gríðalegt. En hann segir ennfremur, megnið af þessu tímabili hefur hægari hagvöxtur verið talin óþægindi fremur en hörmung. Útflytjendur í Evrópu náðu að vinna sér inn markaðshlutdeild í hraðvaxandi heimshlutum, einkum í Asíu. Mun fleiri konur komin á vinnumarkaðinn sem jóku vinnuframlag til hagvaxtar og eftir efnahagskrísuna á árunum 2008 til 2012 dróst atvinnuleysi jafnt og þétt saman í Evrópu sem hjálpaði við að draga úr ójöfnuði og viðhalda félagslegri velferð. ESB naut lengi vel góðs af hagstæðu alþjóðaumhverfi, á heimsvísu blómstruðu viðskipti undir marghliða regluverki. Öryggisreglíf Bandaríkjanna gerði evrópskum ríkjum kleift að verja minna fé í varnarmál og meira í aðra forgangsþætti. Í heimi stöðurar alþjóðarar stjórnmála höfðum við enga ástæðu til að hafa áhyggjur vegna tengsla okkar við ríki sem við töldum vera vinu okkar vel til frambúðar. Og þetta náttúrulega meðal annars það sem að margir benda á sem forsendu fyrir því að við eigum að skoða hvort að okkur bjóðist góðu díll út af því að við búum í óstöðugara kerfi og alþjóðakerfið svona já, það að segja að það hefur verið mjög hagstætt fyrir okkur Íslendinga að búa við þetta kerfi eins og Draghi nefnir, að það hefur verið friður og við höfum búið undir þessari öryggisreglu Bandaríkjanna sem ég heldur reyndar að landfræðalegri legu sé eitthvað sem ekkert að fara að breytast. En hann aftur á móti segir þannig að þetta sama öryggisreglu og Evrópa hefur reitt sig á. Og hann segir hérna ennfremur. En í undirstöðunum sem að við byggðum á nú að hrikta í. Fyrri heimsmyndin að líðandi lok, tími skipulegra alþjóðaviðskipta virðist liðinn og fyrirtæki í ESB standa nú frammi fyrir meiri samkeppni að utan og minni aðgengi að erlendum mörkuðum. Evrópa hefur einnig á skömmum tíma mist mikilvægasta orkuframleiðanda sinn, Rússland. Á sama tíma dvínar alþjóðastjórnmálalegur stöðuleiki og að reiða okkur á önnur ríki hefur reynst okkur mikill veikleiki. Þannig að náttúrulega nefna það að Angela Merkel hefur eyðilagt sérstaklega orkukerfið í Þýskalandi, en þetta þetta ákvörðun sem að fleiri Evrópuríki tóku, en Angela Merkel svona go-to-ið, svo ég sletti, í því að ræða nákvæmlega orkukrísu Evrópu, þar sem að þeir lokuðu kjarnorkuverum og öðru og reiddu sig alfarið á til dæmis mestmegnis jarðgass frá Rússlandi. Nú þóru ég ekki alveg að fullyrða, með minnir samt að Hollendingar hafa einmitt verið með mikið og mjög mikið jarðgass þrátt fyrir það að þeir hafa verið rægir við að vinna það og náttúrulega Evrópusambandið hefur líka sett ákveðnar svona hindranir í veg fyrir þá sem að vilja auka við orkuöflun. Þannig að þetta mjög slæmt. Hann heldur áfram, tæknibreytingar eiga sér nú stað á æmeri hraða. Evrópa misti mestmegnis af sínu stafrænu byltingu misti af stafrænu byltingunni sem interneti leiddi af sér og þeim framleiðinu aukningu sem hún skapaði. Raunar má að miklu leyti skýra framleiðinu munin milli ESB og Bandaríkjanna með tæknigeirunum og þetta eitthvað sem ég mun ræða sérstaklega í sér þætti. Það að segja að þessar tækningar og nýsköpun sem að þetta regluverk hefur gert það að verkum að Evrópa sé og mjög ólíklega að fara að taka þátt í þeirri þróun.
ESB stendur höllum fæti í þróun nýrra tæknilausna sem munu knýja framtíðar hagvöxt. Aðeins 4 af 50 stærstu tæknifyrirtækjum heims eru evrópsk. Á sama tíma hefur þörf Evrópu fyrir hagvöxt aldrei verið meiri. ESB stendur frammi fyrir sínu fyrsta tímabili í nútíma sögu þar sem vöxtur mun ekki fylgja né styðja við fjölgun íbúa. Fyrir árið 2040 spáð að vinnuaflið muni minnka tæplega 2 milljónir manns á ári. Við verðum að reiða okkur meira á framleiðni vöxt til að knýja áfram hagvöxtinn. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Pylsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar 2 upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ef ESB heldur áfram með sama meðaltalsframleiðnisvexti síðan 2015 myndi það aðeins nægja til að viðhalda vergri landsframleiðslu stöðugri til ársins 2050. Þannig að hann að segja í rauninni að þegar árið 2050 bera garði að óbreyttu að þá mun Evrópusambandið og Evrópuríkin vera komin í öngþveiti. Einmitt á tímum þar sem að ESB stendur frammi fyrir nýjum fjárfestingaþörfum sem þarf að mæta með auknum hagvexti. Til þess að stafvæða og minnka kolefnislosun hagkerfisins og auka varnargetu þá þarf fjárfestingahlutfall Evrópu að hækka það bil 5% af vergri landsframleiðslu upp á svipað stig og sást síðast á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Þetta fordæmalaust til samanburðar námu viðbóta fjárfestingar Marshall aðstoðarinnar 1948-51 1–2% af vergri landsframleiðslu árlega. Þannig hann raun að tala tvöfalt Marshall plan sem að þyrfti til þess að Evrópa getur rétt úr kútnum. Og þetta alveg ótrúlegt að vera að horfa upp á þetta og Evrópa í mikilli krísu og hann reyndar staðstur þetta að árið 2050 að þá munum við bara vera komin, það mun Evrópusambandið allavega vera komið í ákveðið öngþveiti. Auðvitað mun það koma til með að hafa áhrif á okkur að stóru leyti en aftur á móti þá það líka stór spurning hvort að við viljum þá vera innan þess bandalags þegar að það gerist, sérstaklega þegar að ákvarðanatökur eru teknar á stóru ríkjónum með hagsmuni þeirra að leiðarljósi, hvort að það muni parast vel með okkar veruleika, það á eftir að koma í ljós. En hann kláraði þetta með að segja: ef Evrópu tekst ekki að verða afkasta meiri, stöndum við frammi fyrir erfiðum valkostum. Við getum ekki á sama tíma orðið leiðandi í nýrri tækni, verið fyrirmynd í loftslagsmálum og sjálfstæður aðili á alþjóðavettvangi. Við munum ekki geta fjármagnað okkar félagslega líkan, við verðum að draga úr einhverjum, ef ekki öllum metnað okkar. Þannig að hann að bókstaflega segja að það svona metnaðarfullu markmið sem Evrópa hefur verið með og þetta svolítið það sem að maður að heyra Evrópusambandssinna að segja að það þurfi að vera svo, við erum með svo keimlík gildi og við erum með svo keimlíkt allt. Draghi segir í þessari skýrslu að sá veruleiki þar sem hægt að halda áfram á sömu stefnu einfaldlega ekki fyrir hendi.
og hann segir hérna ennfremur: Þetta tilvistar kreppa. Grunngildi Evrópu velmegun, jöfnuður, frelsi, friður og lýðræði í sjálfbæru umhverfi. ESB til þess að tryggja að Evrópubúar geti ávallt notið þessara grundvallar réttinda. Ef Evrópa getur ekki lengur tryggt fólki sínu þessi gildi eða þarf að fórna einu fyrir annað, þá hefur hún mist tilveru rétt sinn. Og þetta svo sérstætt því að hann í rauninni að tala bara tilvista kreppu og að tilvistin sé eitthvað sem að ekki fyrir hendi ef að ekki verður hægt að rétta úr kútnum. Og hann lýkur þessum inngangsorðum á þessum hérna. Eina leiðin til að mæta þessari áskorun að vaxa og verða afkasta meiri á meðan við varðveitum gildi okkar jöfnuð og félagslega samheldni. Og eina leiðin til að auka framleiðni að Evrópa breytist og sú breyting þarf að verða róttæk. Og þannig lýkur þessum upphafsorðum og mér þótti þetta alveg svona stórkostlega merkilegt út af því að það hefur, eins og ég var að fjalla rétt á þann, þá hefur bara verið feimni við að ræða þessi mál og það hefur verið feimni við að taka jafn sterkt til orða. Maður heyrir í rauninni ekki neina nema þá sem eru andsnúnir því að ganga inn í Evrópusambandið sem að taka svo sterkt til orða. Og kannski, það vissulega hægt að fara rök fyrir því að það kannski bara skrítið að fylgjast með því svona á Facebook og í kommentakerfum og öðru þar sem að fólk að segja einmitt, þetta brennandi hús og eitthvað þannig. Og ég hef alltaf verið svona, ég meina, mér þykir það fullt sterkt til orða tekið. En þá verðum við samt líka að horfa til þess að Mario Draghi að segja í rauninni nákvæmlega þetta. Hann segir að fjárfestingaþörf innan Evrópusambandsins, sem að eins og ég mun fara yfir í orkukaflanum, bara meira heldur en að segja það að fá slíka fjárfestingu inn, út af því að fjárfestingar eru náttúrulega ekki spennandi nema að fólk sé tilbúið til þess að leggja eitthvað á sig í fyrsta lagi, en í öðru lagi þarf að vera forsendur til þess að leggja til fjármagn inn í það kerfi. Það bara orðið töluvert erfitt og hann segir bara að þetta tilvistar krísa og ég veit ekki, ég get alveg tekið undir, það kannski aðeins svo róttækt að vera að segja að eitthvað sé brennandi hús en annað, en í sjálfu sér að þá Mario Draghi ekkert að segja neitt eitthvað algerlega sem fjarstæðukennt í því ljósi. Því hann að tala tilvista kreppu ef að þetta mun ekki lagast. Og þetta svolítið það sem að ég hef einmitt verið að velta fyrir mér allt frá árinu 2015 þegar Bretar ákváðu að ganga út úr Evrópusambandinu, sem að svona, mjög áhugavert út af því að þegar við erum að tala það að ganga þannig inn að það oft sagt og ef okkur líkar ekki við það þá bara getum við alltaf gengið út, sem augljóslega ekki fyrir hendi. Þetta framtíðar ákvörðun sem að verður ekkert snúið við þangað til að Evrópusambandi verður lagt niður, með það að Bretar þurftu að ganga þennan, mikla, ég ætla ekki að segja vítisveg, en þetta var alveg rosalega þungbært fyrir efnahagskerfið í Bretlandi að ganga þannig út og þá segir, en það var bara augljóslega þá að þeir ættu að vera þann inni. En lífskjör á Íslandi betri heldur en í langflestum ef ekki öllum Evrópuríkjum, það að segja Evrópusambandsríkjum, sem að því það bara nákvæmlega ættu við þá að vera að ganga þann inn ef það svona erfitt að ganga út, ákveður að vera að taka þá ákvörðun og það hægt að færa rök fyrir báðu, en ég hins vegar hlintari hinnu fyrirnefnda. Því að það alveg hægt að segja að Bretar hafi gert mistök og gert sér óleik með því að ganga út úr Evrópusambandinu. Ég bara þori ekkert að slá því í föstu, eins og margir muna, þá var Nigel Farage var hann ekki inn á Evrópusambandsþinginu að tala fyrir því að Bretar ættu að ganga þaðan út og barðist fyrir því undir þeim formerkjum að Bretum myndi takast betur að taka á innflytjendastefnunni sinni og mörgu fleiru með því að ganga þar út. Ekkert að því hins vegar hefur raungerst eftir að íhaldsmenn hafa stjórnað þar allt þar til, það ekki bara ég held að íhaldsflokkurinn hafi stjórnað innan Bretlands allt frá því að Brexit var ákveðið, en þeim hefur ekki tekist að halda vel á stjórnartaumunum í kjölfarið þangað til náttúrulega Keir Starmer kemur inn og hann einhvern veginn að
Já, klikka á því sama og þar af leiðandi fyrrnefndur Nigel Farage líklegur til þess að ná miklum árangri í breskum stjórnmálum á næstu árum. Og það hefur náttúrulega bara verið stjórnarkreppa. Það var þannig að Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss í stuttan tíma og síðan tók Rishi Sunak sem átti að vera svona vonarglætan en það varði stutt því að engum tókst að gera nokkur skapaðan hlut í bæði málum varðar samninga við Evrópusambandið en líka í innflytjendastefnunni sem ég held að sé langstærsti þráður þess hvað togar breska pólitíska eftirspurn áfram. En Draghi nefnir einnig jákvæð atriði sem að hann telur að geti orðið til þess að Evrópu vegni betur og þá fær hann rök fyrir því að það séu 3 atriði sem að Evrópa hefur fram yfir önnur ríki, það að segja heimsálfur og svona heimsveldi, þá svo að Evrópa sé ekki beint heimsveldi akkurat í dag og það að það megi endurvekja sjálfbæran hagvöxt og að nýta þessa styrkleika og hann nefnir öflugt menntakerfi, heilbrigðiskerfi og traust á velferðarkerfinu sem að hefur bætt stöðu Evrópu í því að búa til samkeppnishæfar atvinnugreinar á alþjóðavettvangi hingað til. Langmikilvægasta atriði að mati Draghi að Evrópa beini athygli sinni að því sem að hann kallar að loka nýsköpunarbili álfunnar til þess að gera sér samkeppnishæfa í því að taka þátt í kapphlaupi sem að eiga sér stað í heiminum varðar gervigreind. Og hann nefnir þá sérstaklega þá sem eru í farabróti þar en það eru að sjálfsögðu Kína og Bandaríkin. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem ert að fara að njóta rólegrar stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Það til dæmis að hátæknifyrirtæki sjáu ekki hag sínum borgið í því að starfa í Evrópu þrátt fyrir mikinn mannauð innan Evrópu og svona sterkt kerfi alla jafna. Og hann segir að þetta sé gríðarlegt áhyggjuefni og að Evrópa sé eins og hann orðar það fast í staðnari iðnaðar uppbyggingu þar sem að fá ný fyrirtæki vilja koma fram þrátt fyrir það að hún sé að eiga sér stað. Og þetta raskar samkeppnishæfni starfandi fyrirtækja og hægir á hagvexti í heild. Á síðustu 15 árum hafi ekkert fyrirtæki í Evrópusambandinu með markaðsverðmæti yfir 100 milljarða evra verið stofnað á meðan 6 fyrirtæki yfir $1 billjón hafa verið stofnuð í Bandaríkjunum á sama tíma. Rannsóknir á slíkum fyrirbærum hafa verið svona á sömu leið en áhuginn og hugmyndinar hafi hins vegar ekki skort innan Evrópusambandsins heldur hafa bara aðilar ákveðið að hag fyrirtækja þeirra sé betur borgið með því að opna fyrirtækin frekar í Bandaríkjunum en annars staðar en allavega alls ekki í Evrópu. Og þetta reyndar eitthvað sem að kom fram í viðtali mínu við Guðmund Hafsteinsson en hann hefur starfað í hátækni geiranum í langa hríð, hann hefur hitt Zuckerberg og Steve Jobs og alla þessu svona helstu og hefur meðal annars unnið hjá Apple og öllum þessum svona stærstu aðilum og mér langar reyndar að bara spila fyrir ykkur stuttan bút úr þeim þætti. Leið og þú setur hindranir í vegi fyrir framþróun að þá hægir ekki á henni, þú drepur hana. Og það hættan. Og það orðið þannig núna að lítil fyrirtæki sem að byrja í tæknigeiranum í Þýskalandi, ég að heyra tilfellum sem fyrsta sem ráðið lögfræðing.
og það er þetta sko hrikaleg þróun og ég sá daginn eitthvað, þetta ekki staðfest en það að GDPR sé sko fyrir fyrirtæki undir ákveðin staðar getur við verið alltaf 15% af þeirra kostnaði að sinna GDPR reglugerðinni og þau ert búin að setja... Hvað er það nákvæmlega? Já, fyrir ekki, það er persónuverndar reglugerðin nýja í Evrópu og þarna að þegar þú setur meiri reglur á þetta og þá sko þegar ég er að byrja með nýja hugmynd þá veit ég ekkert hvert ég er að fara og ég veit ekkert hvað er almennilega að fara að gerast í smáatriðum, ég er kannski með hugmyndina en ef það er ofan að líka óvissa með hvort ég megi gera þetta vegna sem ég get ekki lýst nákvæmlega hvað ég fara að gera þannig það er líka líkur því að ég sé að gera eitthvað sem að kannski stangast á einhverja reglur og ég þarf stöðugt að tjekka á því að megnið hugmyndum munu þá hætti maður segja ok, ég ætla ekki að taka sensin ég geti verið að gera eitthvað sem er bannað vil það ekki og refsingarnar eru þetta harðar þannig sko þetta er ekki það að þú hægir á þessu heldur þú rauninni sko kæfir þetta og þetta svona umhverfi er sérstaklega slæmt fyrir lítil fyrirtæki sem hafa ekki bolmagni til að kynna sig hvað þetta er flóknar reglur þannig að það sem gerist er að eftir sem það sittur meira og ég er ekki mótið því það þarf reglugerði fyrir ákveðna hluti og það þarf að hugsa umhverfi allt þetta ég er ekki anarkisti að tala gegn einhver svona en bara þegar þetta er orðið svona flókið og stórt og sérstaklega hluti sem við erum ekkert að vera hreinu hvernig muni þróast þá hættir á því svæði en það sem er meira sem fólk gleymir alltaf við búum í frekar opnum heimi þannig að einhver klár einstaklingur í Frakklandi sem fær geggja hugmyndin er hrættur við að gera þar flytur bara til Bandaríkjanna eða eitthvað annað sem maður má gera hlutina þannig að þetta íti líka og þetta er ekki hypothetical þetta er ekki hypothetical, nei og þannig að þetta er ekki það að þetta minna hægja á hlutum með Evrópu heldur ef þetta heldur áhrif sem horfir að þá smá saman bara verða ekki ný tæknifyrirtæki á þessu sviði til í Evrópu þau bara verða ekki til þar og þetta er meira svo það slæmt að þegar Apple kemur með Apple Intelligence inn í símanu sína og Apple er eitt stærsta fyrirtæki heimsins þau biðu með að koma með til Evrópu vegna þess að þau vissi ekki hvort þetta stangast á reglugerðirnar þannig að þetta er ekki bara eins og litli fyrirtæki með þess að sko stórfyrirtækin eru bara veit ekki almennilega hvernig á að snúa sér í þessu og aðtugið þarna er Guðmundur Hafsteinsson eiginlega að segja nákvæmlega það sama og Draghi er að vara við í þessari skýrslu og ég mæli reynda bara með því að hlusta á allt þetta viðtal. Ég rætt við Guðmund Hafsteinsson tvisvar og þar erum við með að ræða svona hvaða forsendur þurfi að vera fyrir hendi bæði fyrir einstaklingar sem að vilja fara í þetta en líka svona þessi stofnanahagfræði strúktúr sem að þarf að vera fyrir hendi til þess að fólk taki skynsamlegar ákvarðanir innan ríkja og að fyrirtæki sjá hag sínum borgið í því nákvæmlega að vilja starfa innan ákvæðin sem mengis að þá þurfa hvatar að vera fyrir hendi og þetta eru fjárhagslegir hvatar sem að við einhvern veginn ég ætla ekki að segja í Íslandi sko en allavega svona heilt yfir hefur Evrópu ekki tekist að grípa þau tækifæri þrátt fyrir það sko að þau séu raunverulega fyrir hendi. Ég man að Heiða Guðjónsson nefndi einhvern tímann hvort þetta hafi verið kveðjupartí eins og hann sagði hjá einhverju sendiherra Bandaríkjanna hann var að fara einhverju embætti að ljúka eða eitthvað ég man nú ekki nákvæmlega en hann þá segir eitthvað á þá leið að sendiherra Bandaríkjanna hafi sko húðskammað ráðamenn Íslands og þá örugglega Sjálfstæðisflokkinn ég held að þetta hafi verið á þeim tíma ég þó ekki að fullyrða það en skiptir ekki máli húðskammað ráðafólk hér á Íslandi fyrir það að standa í vegi fyrir nýsköpun og uppbyggingu og þetta er örugglega eitthvað sem að gerðist svona í kjölfar hrunsins þar sem við urðum feimin, ég hef nú sagt þetta áður að til dæmis eins og norski ráðherrann sjávarútvegsráðherrann fer alltaf á svona þessi Expo sem er í Boston og er í Barcelona og fleira og vinur minn lýsti einu sinni þá sá hann að sjávarútvegsráðherrann í Noregi var að bjóða gestum og gangandi inn á Expo-inu upp á eldislax frá fiskeldum í Noregi og hugsa ykkur bara hvað myndi gerast ef að einhver á Íslandi og ég tökur bara svona jafnvel minna svona eldfimt eins og fiskeldi sem er náttúrulega galið að sé eldfimt en ok, það er eldfimt hugsa ykkur ef að Hanna Katrín færi nú með bara afurð frá Samherja þú veist ekki eitthvað sem heitir besti bitinn, þetta er ekki auglýsing en er ekki eitthvað sem heitir besti bitinn og ég held að sé frá saman hugsa ykkur, það færi allt inn í háa loft ef að
einhver stjórnmálamaður væri að ganga erinda þeirra sem eru í atvinnulífinu. Og þetta viðhorf einfaldlega algerlega galið. En eins og ég segi, og ég er búin að vera að fjalla og þetta skýrslan fjalla líka að þá þetta viðhorf svona, og þetta þetta það sem eins og í Why Nations Fail, það sem þeir eru að fjalla sko menningarlegt afbrigði extractive institutions eða svona fráhrindandi stofnanir og stofnanir náttúrulega í víðu samhengi og regluverk og fleira. Það sem þeir eru nákvæmlega að tala að þegar menningarlegt svona fráhrindandi svona menningin býður upp á fráhrindandi umhverfi að þá mjög ólíklegt að fólk sjáu yfir höfuð hagsmunum borgið í því að taka þá ákvarðanatöku að fara í hvers kyns rekstur sem að þá bætir hagvöxt til lengri tíma. Og þetta alveg stórundarlegt því að auðvitað eiga þeir sem eru að ráða hér ríkjum að bara sérstaklega ef þeir vilja meira skattfé að þá ættu þeir nákvæmlega að vera að reyna að auka hagvöxt með því að reyna. Og ég veit til dæmis að Hallars Tómasdóttir hefur mikinn áhuga þessu því að hún kemur úr þannig B-team sem að var ákveðið svona verkfæri í því að bæta stoðir þeirra fyrirtækja sem að væru í, ég veit ekki hvort það hafi verið sjálfbær rekstur eða hvað sem að var, í einhverjum rekstri og hún hefur ótrúlega, ekki ítök, hún hefur ótrúlega tengingar við alls konar fólk innan alls konar kerfa í heiminum sem eru að reyna að bæta hag sinna þjóða og sinna landsmanna en þetta svona smá þorps kjaftæðis hugafar eitthvað sem ég held að sé ótrúlega lýsandi í þessu skýrslu. Hann nefnir þetta nú ekki beint og ég kannski aðeins komin út fyrir efnið en þetta samt alveg eitthvað sem vert að hafa í huga og þetta einmitt eins og Guðmundur Hafsteinsson að nefna þannig að þegar regluverkið ekki einu svona bæta stöðuna heldur að þá eigum við ekkert að búast við því að þessi nýsköpunar fyrirtæki og tækninýjungar muni leita til Íslands. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Og það kannski líka megin þáttur svo ég fari aftur að skýrslunni. Eins og hann nefnir að ástæðan fyrir því að nýsköpun og annað sé ekki eiga þessi stað í Evrópu, svo ég nefni það aftur, það ekki skortur á hugmyndum. Og þetta það sem að Guðmundur nefnir í þessum þætti að þá byggir þetta bara fyrst og fremst á því að klárustu einstaklingarnir eru smeykir við það að hefja hvers kyns rekstur því að fjárhagslegir hvatar eru nákvæmlega engir og það að takast á við regluverkið að eins og hann nefnir að í þessum þætti og ég man ekki hvort það var í þessari klippu en af hverju það þannig að fólk þarf fyrst að ráða lögfræðing þegar þeir eru að fara í hvers kyns nýsköpun aðilar sem eru bara að reyna að bæta hag með því að sjá einhverja opnun á einhverju markaði að stórkostlegur lögfræðikostnaður sé fyrsti reikningurinn sem þarf að greiða og Draghi eins og ég segi nefnir þetta svona það bil einnig í skýrslunni þar sem hann segir að á árunum 2008 til 2021 fluttu 30% einhyrninga sem eru svona sprotafyrirtæki sem eru metin á $1 miljard eða meira höfuðstöðvar sínar annað og í flestum tilfellum til að sjálfsögðu Bandaríkjanna. Og til að setja þetta í smá samhengi þá eru einhyrningar fyrirtæki eins og Keresis á Ísafirði og Keresis reyndar alveg sérstaklega áhugavert fyrirbæri í þessu ljósi því að þetta okkur nærtækt því að við erum ekki bara að tala peninga, heldur erum við líka að tala umhverfi hér á landi þar sem að ný tækni á borð við það að græða sár með fiskroði getur bæði orðið til en það sem kannski mikilvægara í þessu samhengi til á Íslandi þar sem að fólk fær störf og afleidd störf við það að sinna nýsköpun. Og annar þáttur sem reyndar líka annar þáttur í þessari þáttaröð
hérna, eins og ég var að nefna hérna í upphafi og koma þess inn á, að orkuverð orðið töluvert hærra í Evrópu og þá sérstaklega, eins og ég nefndi áðan, jarðgas, og hann nefnir að svona kolefnishlutleysi stefnan sé eitthvað sem að muni koma til með að draga úr hagvexti í Evrópu því að hún einfaldlega sjálfbær. Hann aftur á móti fer svona mjög varfærnislegum orðum það hvort að hægt sé að þessi fyrirbæri séu samofin, að hægt sé að bæta úr orkuöflun og sérstaklega sem hann nefnir orkukerfinu sjálfu, það að segja dreifikerfinu. En hann telur reyndar að kolefnishlutleysi stefnan sé eitthvað sem að þurfi ekki endilega að vera það sem að svona mun standa í vegi fyrir þessari framþróun. Hann telur bara einhvern veginn að þurfi að breyta því til þess að auka hvata, bæta regluverkin og fleira. Ég mun náttúrulega, eins og segi, fara dýpra yfir þetta í næsta þætti, en ég tel að það sé ekki alveg í föstum skorðum hvort að það sé einfaldlega hægt. Draghi nefnir einnig að ESB sé þrátt fyrir svona ákveðnum svona vanköntum í sóknartækifærum í góðri stöðu til þess að vera með svona þessa sjálfbæru og grænu tækni sem að mun koma til með að nýta gervigreindina og aðrar tækninýjungar til þess að bæta stöðuna. Hann segir líka að ESB standi fyrir erfiðu vali því hann talar eins og margir reyndar jásinnar nefna og það öryggið. Hann segir að vaxandi áhætta í alþjóðamálum setur óvissu í fjárfestingum og Evrópa sé sérstaklega viðkvæm fyrir stórum áföllum út af því að álfan háð byrgjum sem að eru með mikilvæg hráefni og innflutning á stafrænum tækjum þar sem að framleiðsla á örflögum 75% til 90% í Asíu og iðnaðarvörur í Evrópu spili enn stóra rullu en Bandaríkin og Kína reiði sig sífellt minna á aðkomu Evrópubúa og þess vegna þurfum við að byggja upp birgðir af lykilvörum og auka iðnaðarsamstarf til að tryggja getu álfunnar til þess að geta tekist á við áskoranir og líka fengið aðgengi að þessum svona nýju tækni eða þessum tækninýjungum sem eru að koma sérstaklega í kjölfar gervigreindar og þarna hann að sjálfsögðu ekki að tala að við séum einhvern veginn að fara að búa hana til því að það einhvern veginn svo fjarlægt eins og ég var að nefna hérna áðan en hann talar það að það þurfi svo margt annað að koma til þess að við komumst á þann stað að við getum tekið þátt í þessu kapphlaupi að hann svona að stærstum hluta þrátt fyrir það að hann sé eins og ég var að tala áðan, hann fer svona varfærnislega í því að gagnrýna Evrópusambandið mikið, það að segja það mikið að hann telji eitthvað allt vera ómögulegt en svona forsendurnar eru ekki upplífgandi. Hann talar líka hindranir og þá nefnir hann sérstaklega þessar svona 3 hindranir og þetta meira svona þetta sem ég hef meira gaman af sem eru þessir svona menningarlegu þættir. Hann segir að Evrópu skorti einfaldlega innbeitingu, að það séu svona sameiginleg markmið og forgangsröðun og þetta eitthvað sem að við sjáum töluvert meira í Bandaríkjunum þrátt fyrir það að Bandaríkjaforseti sé eins og hann og að þrátt fyrir það að segjast styðja við nýsköpun eins og það heyrist á svona titildögum að þá bendir Draghi á það að regluverksbyrðin heldur bara áfram og þetta hafi sjálfseyðandi áhrif á minni og meðalstór fyrirtæki sem að benda á að stjórnsýslu ábyrðin sé langstærsta áskorun sem að Evrópa hefur þurft að glíma við allt frá svona kalda stríðinu. Önnur hindrun sem hann nefnir líka þessi stórkostlega sóun fjármuna, útgjalda getan sé orðin svo mikil, það að segja hversu mikið Evrópusambandi sé tilbúið til þess að eyða í alls konar dellu að dreifing á fjármunum og þetta einmitt líka eitthvað sem að Guðmundur Hafsteinsson, ég held að þetta hafi verið þeim þætti sem ég talaði við henni annað skiptið þar sem hann var og Hilmar Veigar sem forstjóri CCP, hann nefndi þetta líka þar sem að það væri verið að eyða fjármunum í rosalega einkennileg verkefni og kalla það nýsköpun en að það væri rosalega lítið sem að kæmi upp úr því miðað við það fjármagn sem að væri verið að úthluta í það.
Og hann gengur jafnvel svo langt í svona niðurlagi, mér minnir þetta sé niðurlagi skýrslunar, að segja að það séu einfaldlega mjög erfiðir tímar framundan fyrir álfuna og ef ekki verður gripið inn í að þá munu svona lýðræðislegar stofnanir fljótt líðundir lok eða í það minnsta líða fyrir það. Og eins og ég segi, þú veist, þetta ótrúlega áhugavert. Eins og ég segi, ég er búinn að fara núna á þessum 50 mínútum eða svo yfir þessi svona grunnatriði og ég mun náttúrulega gera þessu betur skil. Þetta var náttúrulega, ég var að fara rosalega hratt yfir svona megin þóra þess sem ég ætla að leggja áherslu á í þáttunum, en í það minnsta þá hafið allavega einhvers konar mynd af því hvað sé í gangi og ég náttúrulega held með Evrópu og allt það, en það sem hann nefnir í þessari skýrslu og það hvernig komið fyrir hlutunum einfaldlega ekki eitthvað sem ég tel allavega að Ísland ætti að horfa til og segja hvað skrifa ég undir. En fólk náttúrulega bara tekur sína afstöðu. Ég til að öll skref í átt að þessu sé ekki heillvænlegt. Og það ekki út af því ég ekki hrifinn af Evrópu. Ég var til í alla fríverslunarsamninga og fleira. Ég bara til að regluverk sem að Evrópusambandið nú með eitthvað sem að mun ekki leiða til velfarnaðar hér á landi, sérstaklega þegar við þurfum að taka ákvarðanir út frá staðbundnum áhrifum á sama tíma og Evrópusambandið segir að stóru aðilana þurfi aukinn styrk til þess að geta tekið flestar ákvarðanir sem að þeir eru þó nú þegar með. En ég ætla að fara yfir þetta í næstu 7 þáttum og aðeins bara svona praktísk atriði, þá mun ég eins og ég nefndi áðan fjalla þetta í þessum 8 þáttum. Þessi þáttur sem kemur út í dag mun birtast á sama tíma á áskriftarsíðunni og annar staðar, en ef þið viljið fá aðgengi að þessum þáttum á töluvert mikið á undan öðrum, það verður miklu meira en vika sem ég mun dreifa þessu á, en þeir sem eru áskrifendur munu geta svona hámhlustað á þetta á næstu dögum. Þannig að endilega farðu inn á parturs.is/einpæling ef að þér líkar við þetta efni og langar að hlusta á þetta. Líka ef þú vilt styrkja þetta, ég ekki að fá neitt viðbótar pening fyrir það að fjalla þessa skýrslu. Það enginn sem bað mig að gera það, en ég bara hef áhuga á þessu og vildi koma þessu á framfæri. En eins og segi, ég mun líka á næstunni, svona út af við erum að tala praktísk atriði, þá mun ég að mestu leyti fjalla skýrsluna, en í sumum tilfellum þá mun ég vísa í önnur gögn og myndbönd og ályktanir og annað, svona málinu til stuðnings og þá sérstaklega til að setja í samhengi við íslenskan veruleika. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ef ykkur líka við þetta efni, þá það parturs.is/einpæling. Takk kærlega fyrir að hlusta á þennan fyrsta þátt Dragiskýrsluna og hafið það gott.